Höfum hann hérna hjá okkur. Já. Já, sko, þessi gítar hérna, þetta semst svona eiginlega fyrsti af, þú veist, alvöru rafmagnsgítari minn, sko. Já. Og ég fór bara þannig á stað að ég keypti bara flotta rafmagnsgítar sem ég fann. Og ég hef aldrei séð flottari gítar en þetta. Þetta er náttúrulega, þú veist, Gibson Les Paul Custom. Hann var búinn að vera í Paul Bamburgh dálítið lengi, lokaður inn í glerskáp og það var límdur miði á hann sem stóð snertið ekki hljóðfærin. Þannig að maður horfði mikið á hann að gítar og svo var hann einn daginn þegar ég kom niður, hann kostaði náttúrulega heilt líki, mann nú ekki alveg hvað það var, en svo einn daginn þegar ég kom niður þá var hann farinn, sko. Og skömmu síðar sá ég auglýsingu að það var svona gítar til sölu. Og ég tek á því að það var Benni Torfa, bróðir Harðar Torfa, sem að hafi keypt hann var í hljómsveitinni Ernir. Og ég fór að skoða gítarinn hjá honum og hann var til sölu og hérna skal ég segja ykkur að hann kostaði 90.000 krónur. Það var alltaf svakalega mikið. Þegar mánaðarlaun voru kannski 20.000. Þetta var líklegast 1973. Og hérna, ég náði samningu við Benna að við gerðum svona þykkan bunga af víxlum og mamma mín skrifaði á það. Og það var bara klárað. Og síðan hef ég átt þennan á. Þannig að þú hefur verið að borga hann svona í kannski 2 ár eitthvað slags. Ég ætli það ekki. Ætli það ekki, sko. Það allavega gekk bara vel. Þegar upp á staðið. Og alveg fyrirtæks gítar, sko. Enda séu það að þetta er eftirsóttir gripir í dag. Já. Og það sem ég hef stundum nefnt það, sko, með þessa fjárfestingu að 90.000 krónur gamlar, ef ég hefði nú geymt þær bara, þá ætti ég 900 kall í dag. Ég myndi frekar eiga 1000 kall. Já, þú getur nú ekki skipt honum fyrir svona gítar. Nei, ekki held ég það. Já, og svona, þannig að... En þú notar þennan gítar alveg í dag? Já, ég á nú fleiri gítara og jú, ég nota hann, en ég nota hann aðalega í svona hátíðlegu tilefni. Já. Frekar, svona vegna þess að hann er svolítið þungur. Já. Það er mikið sátt í þessu, en ég á fleiri gítar í dag, þannig að ég get notað eitthvað. Þannig að þetta er svona sparigítar, þetta er svona viðhafna gítar. Já, og þú veist, og líka til að fá fjölbreytni í þetta, þá var hann með nokkra. En þetta er ekki svo gítar sem ég nota mest í dag, sko. En hann er ekki falur. Nei. En þú notaði hann á fullt af plötum þegar þú varst svona Alpa. Já, ég notaði hann með Það má heyra hann að gítar á... Það má heyra hann með ýmsum hljómsveitum á plötum. Má þar nefna hljómsveitir á borð við Sinfóníuhljómsveit Íslands og Áhöfnin á Halastjörnunni, sem eru 2 af mínum uppáhaldshljómsveitum. Og Friðrik, kannski? Friðrik, já, þessi var notað á Friðrik. Ég notaði hann svolítið þar. En þá var ég líka búinn að fá Fender Stratocaster sem ég hef búinn að eiga nokkuð lengi líka. En þessi var þarna sem sagt 5 árum fyrir, sko, eða meira en það. Þannig að... En þú ert svona Gibson gæi samt svona sem byrja sem Gibson og ferð svolítið út í Stratocaster. Já, Stratocaster kom seinna hjá mér, sko. En ég var alveg mikill svona íhaldsmaður í sambandi við gítara. Ég kaup ekki nýjustu tískur í gítarum. Ekki mikið.